Ok, ætlum að tala nokkur yfirborð í R3, svona hvernig við reynum að sjá þetta fyrir okkur. Ég ætla að byrja hérna á plani, sem við stundum kalla slétta. Og þetta hérna er almenna jafnan fyrir plan. AX plus B plus C z jafnt á D. Og þetta ætti flestir að þekka úr línulega algebru. En ef ekki, þá stendur allavega hér. A, B, C og D eru allt fastar, bara rauntölu fastar. Nú, ef við ætlum að gefa þetta sem fall, til dæmis getum við gefið þetta sem fall af X og Y. Þá get ég einangra bara setu hérna í jöfnunni og fæ ég D deilt með C mínus B deilt með C sinnum Y mínus A deilt með C X. Og segja núna eru þessar hérna tölur bara einhverjir nýjir fastar. Skiptir ekki máli þetta D deilt með C. En þetta er sem sagt bara einhverjir fastar. Þannig að alltaf því ég fæ jöfnu af þessari gerð, einhver fasti pluss fasti sinnum Y pluss fasti sinnum X, og segja einhverju af þessum fastum getur náttúrulega verið bara 0, að þá veit ég með plan og maður læri svona að þekka þetta. Við skulum prófa að taka bara dæmi. Til dæmis geti verið með fallið F sem tekur inn 2 breytur og skilar 1 breytu. Sjáðu þetta fall hérna fyrir ofan þannig að tekur inn X og Y og skilar 1 tölu sem er þessi hér. Og fallið mitt er F af X og Y er jafnt á 2X mínus 1. Nú, þetta getum við líka skrifað sem bara zeta er jafnt á 2x mínus 1. Ef við látum þetta f af x y fallgildið vera zeta ásin okkar. Og svo reynum maður að sjá fyrir sér, hvernig lítur eiginlega svona plan út. Og þegar við höfum bara blað og blýant, þá getum við teiknað upp, og það getur verið erfitt að teikna í 3 vítum, þannig að þá teiknum maður bara í 2 vítum í einu. Og ég ætla að segja hérna, ég ætla að láta y vera 0. Ég ætla að líta hvernig þessi jafna hér er þegar y er 0. Þá er ég nefnilega í x-zeta sléttunni eða planinu. Og þá er ég með jöfnuna hérna z-ásinn, hérna x-ásinn og þá er ég með jöfnuna 2x, hallan 2 og fyrir gegnum mínus 1. Þannig að þess að skalinn sé hérna 1 og 2 í mínus og 1 og 2 og 3 og 1 og 2 og 3, svona sem skam. Fyrir gegnum mínus 1 og svo hallan 2, fyrir 1 út og 2 upp. Beina línan einhvern veginn svona. Og segja, nú getum við ímynd okkur, ok, ég let y vera 0. Ef y verður 1 eða 2 eða 3 eða 4 eða eitthvað annað, segja, sama hvað y er, þá er ég alltaf með þessa hérna beinu línu. Þannig að ef við látum y núna bara vera hérna, ás sem er hotristur á þessa 2 og stendur sem bara beint út úr skjánum, bendur ykkur, þá er þetta plan sem liggur samsíða þessu hérna. Liggur eins og þessi lína beint út úr skjánum. Og við getum pröfað að teikna þetta í MATLAB, það er mjög einfalt og það er ágætt að æfa sig að gera það í byrjun, jafnvel þó maður sé ekki með MATLAB í eitthvað prófunu. Við teiknum þetta hér, við skulum íta bara hérna sér svona og segja þarna fáum við planið okkar. Það lítur svona út og það getur snúið þessu. Svo ef ég sný þannig að ég sjá bara x z-ásinn, þá sé ég með akkurat sömu línu, sé að 0,0 er akkurat hér, þannig að hérna er ég með mínus 1,0 og svo halla töluna. Já, skulum bara taka annað dæmi. Annað dæmi plan. Fall sem tekur inn 2 breytur og skilar 1, f af x og y, formúlan er 1 mínus x mínus y. Og við skulum fyrst bara með blað og blindur að sjá fyrir okkur hvernig þetta lítur út. Og þá segi ég, já ok, fyrst gæti ég pröfa að skera út eina vít. Ef ég væri með y jafnt á 0, þá er ég sem sagt í x-zeta sléttunni. Þá er ég með hérna zeta á þessum ás og x hérna á þessum ás. Þá er ég með jöfnuna zeta er jafnt og 1 mínus x mínus 0. Sjá fyrir mér hvernig þetta er akkurat í x-zeta planinu. Og þá veit ég að þetta lítur svona út. 1, 2, 3, mínus 1, mínus 2, hérna að fá svona sirka skalan hérna á þetta. Þannig sker í einum og hefur hallatöluna mínus 1. Nú, ef að y breytist, þá sjáum við líka jafnan hérna breytist. Með öðrum orðum breytist hvar hún sker y á sinn. Og við getum pröfað líka að skoða í staðinn
Þegar x er jafnt á 0, þá erum við að skoða þá y setaplanið. Þá er hérna með y og hérna með setu og jafna mín er, ef að x er 0 hérna í jafninni, þá stendur seta er jafnt á 1 mínus y. Þannig að ef við gerum skala með hérna aftur, þá er þetta hérna, þessi hér jafna. Ok, nú hérna þannig að hann hallar svona með við seta y og hérna með við seta x. Og önnulega, ef við hættum okkur nú út í að reyna að teikna í þrívídd. Það hafði ég sagt, ef ég ætla að teikna þetta í þrívídd, þá þarf ég að finna einhverja 3 punkta sem eru á planinu mínu. Og sjá að ég er með, hvað er ég með? Ef ég seti 0 og 0 til dæmis, þá fæ ég 1. Þannig að punkturinn 0,0,1 er á planinu mínu og ef ég set inn 1 og 0 þá fæ ég 1 mínus 1 pluss 0, ég fæ sér sett 0, þannig að punkturinn 1,0,0 er á planinu og ef ég set inn punkturinn 0,1 þá fæ ég líka 0, þannig að 0,1,0 er á planinu. Og nú skal ég pröfa við þrívíddartekningu hérna. Við erum með x-ásinn, y-ásinn og z-ásinn. Aðeins svona. Ég hef skalan 1 svona. Ég fer sem sagt, þessi hérna punktur fer 0 á hérna, x-ásinn 0 og y-ásinn 1 á z-ásnum, þannig að það er þessi punktur hérna. Og þessi punktur, það fæ ég 1 á x-ásnum en 0 á hinum. Og þessi punktur hér að færi 1 á y-ásnum með 0 á hinum. Þannig að þetta er svona plan sem liggur svona. Skáhalt á þetta allt saman. Og þetta heldur það áfram hérna í allar áttinu. Nú teiknuðu bara lítinn bútaði. Og við getum pröfað að teikna þetta í MATLAB, sjá hvernig kemur út. Tökum þennan út hérna. Svona. Ég ætla að teikna þetta, sum formúla áðan. Nú erum við með 1 mínus x mínus y. Og við teiknum. Snúum svo svona litið til. Og liggur það svona. Þetta er sami vinkill á litlu bleikumyndinu minn hérna fyrir neðan. En sjá, þetta er plan og almennt þá þekkjum við jöfnu plans. Nú er almennt á þessu hérna formi. Fasti pluss fasti sinnum y pluss fasti sinnum x. Ok, pröfum að skoða önnur yfirborð. Nú hérna sjáum við jöfnu fyrir kúlu sem hefur radíus r og miðju í a, b, c. Þannig að ég er með hérna x mínus a jöðru pluss y mínus b jöðru pluss z mínus c jöðru er jafnt á r jöðru. Og ok, ef við erum með miðjuna í 0,0,0, skoðum bara það aðeins einfaldara tilfelli, þá erum við með x jöðru pluss y jöðru pluss z jöðru er jafnt á r jöðru. Og já, ef við vildum gefa kúlu sem fall, hvað þurftum við að gera? Þurftum við að gefa þetta eitthvað sem fall á tveim breytist, þar þurftum að einangra setu hérna í jöfnunni. Þannig að ef ég einangra setu, þá fæ ég seta er jafnt og pluss eða mínus rótin af r jöðru mínus x jöðru mínus y jöðru. Segðu, með öðrum árum er þetta ekki fall þetta hérna. Þetta er yfirborð en þetta er ekki fall. Af því það er ekki ótvírætt ákvarða hvernig seta er með x og y. Við getum verið plussrótina og við getum verið mínusrótina. Aftur á móti, ef ég er með plussrótina, þá er ég með efri hlutan á kúlskelinni. Ef ég er með mínusrótina, þá er ég með neðri hlutan á kúlskelinni. Þannig að þegar við hittum eitthvað sem lítur út eins og þetta hér, fall sem lítur einhvern veginn svona út, þá vitum við erum með kúlskel. Við erum bara að sjá út hvort við erum með efri hluta og neðri hluta. Ef ég væri með x og z hér, þá var ég einhvern veginn búin að snúa ásónum mínum. En þetta sem sagt er, svona myndi maður gefa þetta sem fall, myndir segja til dæmis efri kúlskel. Það er með f af x og y er eftir rótin af r jöðru mínus x jöðru mínus y jöðru. Sér svona. Og svo neðri kúlskel. Þá
þá fæ ég f af x og y eftir mínus rótin af r í öðru mínus x í öðru mínus y í öðru. Þannig að við getum gefið hlut af kúluskilin sem sem fall. Nú ef við tökum dæmi, þannig að þarna þekki maður kúluskilina vegna þess að fallið gefið á þessu hérna formi nema okkur gefið bara kúlan akkurat á þessu hér formi. Við þurfum að þekkja þessa formúlu. Tökum fall sem fer frá r í öðru yfir í r og gefið með formúlinu f af x og y er eftir rótin af 4 mínus x í öðru mínus y í öðru og séum við, já, ég er hérna með kúlu. Efri hluta kúluskilin seta er pósitíft, ég er fyrir ofan x y planið og radíusin er 2, því að 2 í öðru er 4. Og við getum pröfað að tekna þetta í MATLAB og til að tekna þetta í MATLAB þá er einfaldast að nota kúluhnit sem við viljum sjá bráðum. Og ég segi, vegna þess að ef ég reyna að gefa bara x hlutan og y hlutan, þá er ég alltaf að passa með þessi hér stærð séu örugglega minni en 4, annars væri negatíu tölu. Það kemur ljósað auðveldast að nota kúluhnit og við gerum það bara og við sjáum hérna. Hérna ég tekna alla kúluna, ekki bara þennan hluta. Ef ég vil tekna bara þennan hluta, þá breyti ég aðeins í kóðan mínum. Segi fí á að vera bara upp í pí deilt með 2. Fæ ég þennan hluta. Og sjáum aðeins setna önninni þetta með kúluhnitin. Þetta hér er efri kúluskilin sem var táknuð með þessar jöfnu hérna. Hér segir radíusin væri 2. Nú, skoðum aðeins aftur myndina þar sem við vorum með alla kúluna og sjáum við, þetta er ekki fall vegna þess að fyrir hvert x og y þá eru 2 möguleg setagildi. Með öðrum orðum, ef ég myndi taka hérna lóðrétta línu í gegn, þá eru 2 skurðpunktar. Þess vegna er þetta ekki fall sem er lýst hérna, aftur á móti alveg yfirborð sem við getum teiknað. Ok, við tökum dæmi fleiri yfirborð. Ok, hvernig yfirborðið lýsir fallið f frá r í öðru yfir í r og f af x af y er eftir x í öðru pluss y í öðru. Þannig að hvernig yfirborðið er þetta hérna? Og þannig getur ég sett að pásu og aðtöða hvort þið getið fundið út í. En ef ég ætlaði að skota myndi ég segja seta er eftir x í öðru pluss y í öðru. Ok, pröfum fyrir mismundi setu, ég reyna að kött út eina vídd og segja ef ég læt setu vera eitthvað fasta, hvernig jöfnur ég það með? Og byrjum bara ef setu er 0. Þá er ég þá með x í öðru pluss y í öðru er eftir 0. Þetta gengur bara ef x og y eru 0. Þannig að segja með eitthvað í öðru pluss eitthvað í öðru verður 0, hljóta báðar tölunar að vera 0. Þannig að í x og y planinu er bara með 1 punkt. Ég er bara með punkt í 0,0,0. Ok, þá pröfum við. Ef seta er 1, þá er ég með x í öðru pluss y í öðru er ég eftir 1. Sem að þegar í planinu seta eftir 1, þá erum við hring með radíus 1. Sér svona. Ok, þannig ég fór að vera með 0,0 þegar ég færið með 1 upp eftir setásnum, sem hérna á milli er 1, færið með 1 upp eftir setásnum, þá voru komið hring með radíus 1. Hvað ef við færum okkur 1 í viðbót? Ef við erum með seta eftir 2, þá er x í öðru pluss y í öðru eftir 2. Seta er 2. Sér jafnan hérna x í öðru pluss y eftir seta. Já, ok, þetta er þá hringur með radíus rótin á 2. Svo erum við alltaf með radíus r í öðru hérna. Þannig að ef þetta er 1, þá er 2 cirka hér, þá er radíusin rótin á 2 cirka þetta hérna. Og við myndum að fá hring hérna sem er aðeins stærri. Ekki hérna, það er ekki jafn mikil aukning og svo var hérna, fyrir þess að hér fór ég í radíusin 1 upp í radíusin rótin á 2. Og svo get ég haldið svona áfram og þá sé ég að ég er alltaf með hring, alveg sama hvað seta er, það er alltaf með hring. Næst það ef seta er 3, það fæ ég x í öðru pluss y í öðru eftir 3, ég fæ hring með radíus rótin á 3, stækka sem það er aðeins minna núna heldur en gera hérna á milli. Þannig að ég er alltaf með hringkræfingu, eða þú veist hring hérna laga feril, þegar ég hérna kötta út plan sem er samsíða x y planinu og ég fæ einhvers konar hérna svona skál. Þetta verður einhvers konar skál og við skulum pröfa hérna að teikna þetta.
bara í MATLAB. Við teiknum hérna x.í öðru pluss y.í öðru, munið punkturinn þýðir stakk fyrir stakk margföldun, þannig að þetta er ekki fylgja margföldun. Mikilvægt að hafa þetta og segja að þetta lítur svona út. Það sem ég var að gera, ég var að segja, ok, ef seta verður 0, hvernig er þetta? Ef seta er 1, hvernig lítur þetta út? Þannig að ég var basically að skera út hérna hluta, við getum teikna hvaða hluta ég var að skera út. Ég get stikað þann feril. Ef t er á bilinu 0 upp í 2π og látum seta vera tvisvar sinnum, einu sinni bara, ég ætla að hafa setu 1 sem er jafn langur vegur og vegurinn t, segi plott 3, cosinus af t, sinus af t og seta. Svona hafa það svolítið markant, svona ger ég punktana, sjáum hvernig þetta kemur út. Já, hold on væri gott. Pröfum aftur. Allt að koma. Þarna erum við. Það ég teiknaði hérna inn á. Þessi hringur, þessi blái hringur, svaraði þess að seta sé 1. Ég var að teikna hann hérna aðan. Þegar seta 1, þá er ég með þennan hring. Það var svart hringur minn hérna. Og svo þegar geti ég teikna næst er hérna seta er 2. Ég var að sjá fyrir mig hvernig myndi yfirborð mitt vera þá. Og gerum þetta bara. Bætum við hérna. Ég ætla að hafa tvisvar sem ása hérna og þetta verður þá rautt og þá er ég með radius og rótina 2. Þannig að ég er basically bara að stika hérna hringi minn. Ég hafði hann rauðan. Þegar seta var 2, þá fekk ég akkurat þennan hring. Þannig að svona var ég að reyna að sjá fyrir mér áðan hvernig yfirborðið mitt var að breytast. Og þetta gerir maður reynir að kött út eina vit og sjá hvernig hlutinir breytast. Nú, hvað myndi gerast ef ég væri með í staðinn? Þess að taka annað dæmi. Hvað ef ég væri með í staðinn? Skál sem væri svona. Nú þá er ég með sömu skála áðan, nema bara negatífa. Þannig við sjáum þetta er bara skál sem er á hvolfi, hún er fyrir neðan XY planið. Hún er það sem seta er neikvæð, seta er alltaf neikvæð. Og enn annað dæmi. Hvað ef seta væri jafnt og, já til dæmis 3 mínus x í öðru mínus y í öðru. Og þá sjáum við erum með mínus x í öðru pluss y í öðru, það er þessi hérna hluti. Og svo pluss 3, öll hnit er alltaf pluss 3. Ég er sem þetta bara að færa mig 3 upp eftir seta ástum. Og við getum pröfað að teikna þetta í snadri. Og svo hérna höfum við þetta yfirborðið í staðinn. 3 mínus x er mínus y í öðru. Títillinn er kolvitlaus hérna á myndinni, vonaði fyrirgefið mér. Sjáðu hérna, toppurinn er í 3 og þetta er svona skál sem lýsa niður á við. Almennt þá getum við sagt að svona skál sé einhvern veginn á þessu hérna formi, fasti sem lyftir þá upp að niður, pluss fasti sem x er pluss fasti sem y í öðru. Og fastin hér, B og C, er það einhvern veginn að bjaga hvað skálinn sé ekki alveg hérna simultísk, ekki alveg hringlaga. Það myndi gera í staðin fyrir með hringjana, myndi fá einhvers konar sporuskjulaga feril eftir vill. Eða einhvern annan radius. Og við skoðum enn fleiri yfirborð.
Ok, við fáum þessa formúlu f af x á y eða zeta er jafnt og rótin af x jöður pluss y jöður. Og hvernig lítur þetta í borð út? Nú, fyrsta sem við sjáum að zeta er pósitíft. Þetta er yfir x sléttunni. Svo getum við pröfa að gera eins og áðan fyrir mismunandi setu séð hvernig jafnan er. Ef zeta er 0, þá erum við með x og y jafnt á 0. Þannig að eina leiðin til að rótin af einhverju er 0, það er það sem er undir rótin er 0. Nú, ef zeta er 1, þá erum við með, ég sé það hérna, ég gæti skrifað hérna, jafngilt hérna, en þá þarf ég að muna að segja og zeta er stærri en 0. Þannig að það er ekki nauðsynlegt í þessari hérna jöfnu, en það er klálega nauðsynlegt í jöfnunni hérna fyrir ofan. Ok, en ef zeta er jafnt á 1, þá stendur x jöðru pluss y jöðru er jafnt á 1 jöðru, radíusin sem sagt 1, þannig með hring með radíus 1. Ef zeta er 2, þá er ég með x jöðru pluss y jöðru jafnt á 2 jöðru, ég með hring með radíus 2 og svo framvegis. Ef zeta er 3, þá er x jöðru pluss y jöðru jafnt á 3 jöðru, hringum með radíus 3. Sjáðu alltaf stækka radíusin er að stækka mjög jafnt að hérna á milli. Ef ég hækka 1 á zeta-ásnum, þá stækka radíusin 1. Hækka 1 á zeta-ásnum, þá stækka radíusin 1. Þannig að við erum að tala efri hlutan á svona keilu. Þetta er svona. Þetta er keila. Efri hluti. Og þessi hérna keila, hún myndar hérna 45 gráða horn. Og við gerum þetta yfirleitt í radíunum sem myndir pi fjórðu. Þetta hérna er pi 45 gráður. Hvernig getum við séð það? Við getum pröfað að teikna jöfnun okkar í x zetasléttunum til dæmis. Þannig við segjum jafna mína, það að zeta sé eftir rótin af x jöðru pluss y jöðru og ég áætla að vera í x zetasléttunni, þá er ég að segja y er eftir 0, þá er ég með jöfnuna zeta er eftir rótin af x jöðru sem er tölgildið af x. Þannig jafnum mínu svona. Og zeta eftir x, þetta er positíft og zeta eftir mínus x, þetta er hérna negatíft. Þannig að þá við vitum að zeta eftir x, þessi jafna myndar akkurat 45 gráða horn hérna, eða pi fjórðu. Úps. Ok, þannig að við vitum þetta. Almennt þá er keilan gefin með jöfnunni fasti í öðru sem zeta í öðru er eftir x í öðru pluss y í öðru. Sér svona. Sjáðu, hér, ef ég hefði ekki tekið fram að zeta verið stærri 0, þá mætti zeta alveg minni 0 og þá myndi keila mín halda áfram hérna fyrir neðan. Sér svona. Nú erum við með almennt þessa hérna jöfnu. Og þá ef ég fæ, hérna, ef a er 1, þá veit ég að þetta mynda 45 gráða horn hérna við ásinn. En ef það er nú eitthvað annað, hvernig getum við þá séð hvert hornið er? Og skulum skoða það eins. Pröfum aftur að skoða svona y eftir 0 planið, sem sagt ég er að skoða x zeta sléttuna. Þá er ég með zetu hér og ég er með x á þessum ás. Og jafna mín hérna verður a jöðru, zeta jöðru er jafnt á x jöðru. Og þannig að ef ég einangra setjuna, það er zeta er jafnt á 1 á móti a sinnum x. Það er að segja pluss eða mínus þetta. Og okkur vantar bara að vita hornin, það er alveg nóg að skoða bara þar sem að zeta er positív og þar sem x er positív. Ef x er stærri 0 og zeta er stærri 0. Þá er þetta bara þetta hér. Ok, þannig að ef ég ætla að teikna þetta sem sagt, ég ætla að teikna þessa hérna línu. Við vantar bara að vita hvert hornið er. Ok, zeta er eftir 1 á móti a fasti sem x, þetta er beinlína, hún fer gegn 0,0 hérna. Og svo ef ég fer a út á x-ásnum, þá fer ég sem sagt 1 út upp á zeta-ásnum.
og því að ef ég set a inn fyrir x þá fæ ég 1 út. Þetta er a hérna og þetta er 1. Og ef ég vil vita hvað þetta hérna hotn er, þá get ég notað mér að ég veit að þessi hérna hlýði þrýtningunum 1 og þessi hérna hlýði þrýtningunum a og þá get ég notað tangens bara. Segi hotni mitt er í arktan af mótlæg skamhlið deilt með aðlægri skamhlið. Og þetta er hotnið. Það nú sá ekki bara fyrir okkur hvernig yfirborðið eru með, heldur gætu sagt eitthvað hvað hann hallar mikið hérna með veg setafl. Þetta ætlum við að nota okkur meira seinna. Nú við getum pröfað 2 yfirborðið viðbót. Ég ætla að koma bara með dæmi. Ég ætla að segja hvað ef við erum með yfirborðagerðinni, fallagerðinni r í öðru yfir í r, við erum með f af x og y í aft og x í öðru. Bara þetta yfirborð. Og þá segjum við, ok, við ætlum að teikna þetta í zx-planið. X-z-planið, þá er ég að segja y sé 0 og segja þessar jöfnur er alveg saman þá y sé 0. Og við teiknum, og þetta er bara parabóla. Og segja að ég fæ nákvæmlega sömu parabólina, þetta er zeta eftir x í öðru, alveg sama hvað y er. Þannig að við látum y standa beint út úr planinu hérna, þá alveg sama, þá hefur ég verið að horfa beint hérna á setaplaninu, myndi ég fá akkurat þetta hérna. Sérst að fyrir alveg sama fyrir hvað y er með, þá fæ ég þetta hér. Y í eftir bara einhver rauntala, þá fæ ég þetta. Ég fæ sem sagt svona rennu, getur maður sagt. Við skulum pröfa að teikna þetta bara í MATLAB. Við erum búin að skilja eitthvað x og y áðan og notum það bara. Segjum z er jafnt og x punktur í öðru stakk fyrir stakkmarkvöldun og svo surf til dæmis. Hvort það hefur nokkuð komið. Þannig er þetta. Svona lítur þetta út. Þetta er svona renna. Alls hvað y er, þá fæ ég alltaf þennan fleigbóa hérna. Og það er eitt sem ég hef eftir og það er jafna sívalnings. Ef við erum sívalning, þá fáum við jafn að gefa svona x í öðru pluss y í öðru er jafnt og r í öðru og þá þarf einhvern veginn að koma fram að við séum í r í þriðja. Þannig að þetta er alltaf bara jafna hrings í r í öðru. En ef við erum r í þriðja, þá stendur hérna með við jöfnuna, þá má seta vera hvað sem er. Þannig að alveg saman hvað seta er, þá erum við alltaf með þennan hring. Þannig að þetta hér myndi vera sívalningur með miðju, ef við teiknum x-y-planið hérna, þá er þetta hringur með radíus 1 í x-y-planinu, miðjan er sem sagt hérna í z-ásnum og radíusin er 1. Miðju eftir z-ás, þú veist, miðjan er alltaf hérna á sívalningum er alltaf z-ás og radíusin er r. Og ákvæði bara að vera 1 akkur þín á þessari teikningu. Ok. Þannig að þannig sér maður alveg saman hvað seta er. Þá er ég alltaf með hring. Þannig að þú veist, hvar sem ég myndi setja, sama hvaða seti ég myndi setja inn hérna, þá myndi ég alltaf fá hennan hring og þetta er þá sívalningur. Nú, ef við hugsaum aðeins mynd af sívalning, svona pröfa að teikna maður aðeins upp. Nú, ef við ætlum að teikna sívalning þá verðum við að gera það í sívalningsnetum, en það er auðveldast og við mögtum að skoða þau betur seinna ef vetur. Við teiknum þetta upp, svo hérna er sívalningur, ég teikna hana frá hæðina frá -2 upp í 2 og allar hringin og svo ef þið skoðið þetta og sjáu þið, þetta er ekki fall. Svo fyrir hvert einasta x og y, þá er ég með mismunandi setagildi. Ég fær hérna ef ég er einhver staðar hérna á hringnum í þessum hérna punkti, í x-y-planinu, þá get ég verið með hvaða gildi sem er hérna fyrir seta. Ég get heldur ekki einangra setu hérna í jöfnuna, er ekki seta. Ég get ekki skrifa þetta sem fall af 2 breytistærðum. Fyrir hvert einasta x og y, hvað er þá seta. Ég get gert þetta samt í pólhnitum. Ég get sagt alltaf bara hvað á ég að vera langt frá miðju og hvað á ég að fara hátt upp og niður. Og það er það sem ég gerði þarna, ég teikna þetta í sívalningsnetum sem er basically bara að teikna hugsa þetta í pólhnitum í x-y-planinu og svo segja hvað ég ætlaði að fara hátt upp og niður.
Þannig að þegar við fáum sívalning, hann þekkjum við á að það jafna af þessari gerð og þurfum að vita að við séum í R3 að við séum eitthvað með yfirborð en við séum ekki með feril. Því að eins og ég segi, þetta eins og jafna rings í R í öðru. Þannig að þetta ættu að vera nokkrar hugmyndir hvernig maður getur reynt að sjá fyrir sér þessi yfirborð og þetta svona helstu yfirborð sem við þurfum að þekkja sem við skoðum í þessu vídeó.